Góðan daginn, kæru gestir. Ég býð ykkur velkomin á þennan kynningarfund ráðuneytis umhverfis, orku og loftslagsmála. Hér erum við að kynnast verki sem nýlokið í raun og veru, stóra skýrslu sem fjallar náttúruvá á Íslandi. Og ég ætla að fara nokkrum orðum áður en að við höldum lengra með kynninguna sjálfa bakgrunn þessarar miklu og vönduðu vinnu skýrslunar sem snýr að í raun og veru að endurskoðun hvernig við höndlum náttúruvá á Íslandi og tillögugerð það sem hún leiðir af. Og forsagan ósköp einföld. Það var sem sagt þingsályktun sem samþykkt vorið 2021 að þáverandi lögð fram að þáverandi umhverfis- og samgöngunefnd. Hún botnar í mínu frumkvæði í nefndinni sem varaformaður á þeim tíma og ástæðan fyrir þessu öllu saman, menn geta spurt af hverju þarf að endurskoða þennan málaflokk í raun og veru. Það var einfaldlega sá að það aukin náttúruvá á Íslandi, hún staðreynd og það stafar auðvitað loftslagsbreytingum og ýmsu sem tengist jarðvirkni á Íslandi sem ég ætla ekki að rekja. En ef við horfum bara á eldgos, ef við horfum á breytingu á sjávarstöðu, ýmis ofanflóð sem hafa verið að hella okkur, óveður sem við lyftum brúnum yfir, að þá eitt og annað í farvatninu greinilega og það hægt að nefna auðveldlega 10 til 15 flokka náttúruvár eftir í hversu nákvæmlega maður fer í það og það alveg staðreynd að við þurfum að sinna þeim öllum betur en við gerum, þrátt fyrir að í sumum þeirra höfum við náð verulegum árangri og sinnum þeim ákaflega vel. Það líka annað sem kemur inn í þetta, það ört stækkandi samfélag og eins að þau viðbrögð sem við höfum þróað með okkur, þau hafa verið misstíga, kannski vegna þess að tíðni viðkomandi náttúruvár minni en einhverjar annarar. Ég get nefnt bara svona einfalda eins og annars vegar ofanflóðin og hins vegar gróðurelda. Viðbrögð við gróðureldum, ef það verður mjög alvarlegir, væru mjög erfið vegna þess að við höfum í raun og veru lítið sem engan viðbúnað á því sviði. Þannig að tilgangurinn með þessari þingsályktunartillögu var að setja aukinn kraft í það sem ég hef stundum kallað vöffin 3, það að segja vöktun, viðbrögð og varnir. Þetta það sem kemur fyrst upp í hugan. Og þar með að styrkja þetta kerfi allt í heild sinni og það fór þannig að þessi þingsályktunartillaga, hún var unnin í mikilli samstöðu í nefndinni og fór einhuga hvað nefndina varðar út til afgreiðslu í þinginu og var einróma samþykkt á þingfundi. Og ég ætla ekki að rekja efni þessara þingsályktunartillögu, það gert í skýrslunni sjálfri, alveg nægilega vel og þetta auðvitað til á vef Alþingis ef einhver hefur áhuga á því. Og þar voru 8 verkefni fengin starfshópi sem skipaði var ráðuneytinu og hefur nú skilað og það verður gert grein fyrir þeirri vinnu hér á eftir. Og ég svona sem jarðvísindamaður hefur lesið þessa skýrslu og tel að hún hafi verið unnin af mikilli prýði og mikilli vandvirkni. Og þetta 100 blaðsíðna plagg og hún fjallar leiðir til að efla varnir gegn náttúruvá, aukinni seiglu samfélagsins og viðnámsþrótti og draga úr tjóni, svo ég vitni nú beint í orð skýrslunnar. Og það beinir sjónum að, segjum til dæmis þjóðaröryggisráði, hvort við ekki þurfum náttúruvárráð og eins hvort við þurfum ekki náttúruvársjóð. Nú ég ekki að tala tjónasjóð því að hann jú til, hamfaratrygging. Ég að tala sjóð sem getur styrkt rannsóknir og ýmislegt starf sem þarf að vinna til varnar náttúruvá.
Það eru yfir 20 áskoranir í þessari skýrslu sem eru dregnar saman og tæplega 60 meginverkefni. Þetta er mjög viðamikið og það er líka sett fram þarna beinlínis tillaga mótun, og þá ætla ég að vitna í skýrsluna aftur, heildrænna stefnu sem snýr að allri náttúruvá á Íslandi, forgangsröðun verkefna og fjármálum. Og þessa stefnu þarf auðvitað að taka saman og hún þarf að lifa hverja ríkisstjórnin á fætur annarri. Það verður hér tími fyrir bæði kynninguna sem að Árni Snorrason, veðurstofustjóri, svo ég noti nú gamalt hugtak sem mér tamt, sér og síðan verður hér möguleiki á spurningum og svörum, bæði til þeirra sem að stóðu að skýrslunni og eins til ráðherra. Og hann mun svo ljúka þessum fundi. Og ég vil bara minna á að raungera allt sem að gera þarf í þessum efnum er fjárfrekt langtímaverkefni, nánast viðvarandi, ævarandi hér á landi. Þar sem að við höfum jú stórt land og tæplega 4 íbúa á ferkílómetra. Þetta er risavaxið verkefni í raun og veru. Og þar kemur auðvitað landfræðilega og jarðfræðilega inn og auðvitað líka veðurfarsleg skilyrði sem eru eins og við þekkjum hér. En hvað það? Ég fagna þessu skrefi mjög og var það eiginlega hugsa til orða sem við heyrum mjög oft að það er verið svona algeng gagnrýni á enn eina nefndina og enn eina skýrsluna. En reynslan sýnir þó að þessar skýrslur og starfshópar sem hafa unnið og nefndarstörf sem hafa verið unnin eru og hafa verið forsendur fyrir flestum stórum úrbótum á Íslandi, hvort þið er. Þannig að við höfum svo sem ekki önnur tól góð í þessu þingbundna lýðræði sem við valið okkur en að nota akkurat þessi vinnubrögð, draga saman með sérfræðingum og öðrum sem að málinu koma, hagaðilum eða hvað nú kann að vera, skýrslur og nota þær síðan og ég veit að þessi skýrsla verður notuð. Þannig að ég leyfi mér að vona að nú sé vel af stað farið með þessa endurskoðun sem við getum kallað svo og hef þar með lokið mínu máli en gef Árna Snorrasyni orðið og hann mun þá fara í gegnum það sem máli skiptir í þessum efnum. Árni, gjörðu svo. Takk fyrir Ari Trausti, góðan daginn. Ég ætla að fara yfir þessa skýrslu sem er ansi viðamikil, ekki í mjög löngu máli, en samt ansi ítarlegu, satt best að segja. Ég hvet ykkur öll til þess að skoða þessa skýrslu. Það er mikið af góðum samantektum mínu, þannig að það þarf ekki að rýna alla hluti. Það er mjög mikilvægt líka í þessari skýrslu að það er mjög konkrét verkefni sem lögð eru fram og verður uppspretta held ég fyrir bæði stefnumótun og fyrir vegvísi í þessum málum. Og ég tek undir með Ara Trausta með það að ég vona að menn taki þessu fagnandi og fylgi þessu eftir. En ráðherra, fundastjóri, meðlimir starfshóps, ágætu gestir, mér hefur í förföllum Sigrúnar Karlsdóttur verið falið að flytja þessa kynningu og er mér heiður af því. Starfshópinn skipuðu, ég veit ekki hvort hann hefur lokið störfum formlega, en hann er allavega leiddur af Stefáni Guðmundsinni frá Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti, Ásta Þorleifsdóttir frá Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti, Kristín Hjörtur Jónasson frá Fjármála- og efnahagsráðuneyti, Sigrún Ólafsdóttir frá Forsætisráðuneyti, Bjarni Richter Íslenskum orkurannsóknum, Björn Oddsson frá Ríkislögreglustjóra, Sigrún Karlsson frá Veðurstofu Íslands, Karlsdóttir frá Veðurstofu Íslands og Sunna Björk Ragnarsdóttir frá Náttúrufræðistofnun Íslands. Fjölmargir hafa komið að þessari vinnu, bæði á þessum stofnunum og í ráðuneytinu sem að ekki er hægt að telja upp hér en það var víða leið að fanga til þess að gera þessa skýrslu. Tækifærin sem þingsályktun gaf sem að Ari Trausti nefndi er stöðumat á verkefnum sem snúa náttúruvá. Það innifelur í alla virðiskeðjuna frá mælingum, rannsóknum, hættumati, jarðfræðikortlagningu, auðvitað samstarfi stofnana sem skiptir miklu máli hér og svo þekkingar uppbyggingu. Hún dregur fram áherslur og verkefni sem eru nauðsynlegt að halda áfram með eða ráðast í vegna málaflokksins.
Meginmarkmiðið er að auka seiglu íslensks samfélags og draga úr tjóni vegna náttúruvár, meðal annars vegna áhrifa loftslagsbreytinga. Umfjöllunarefni skýrslunnar eru hlutverk ríkisins, sveitarfélaga og fagstofnana og ég fer lítið yfir það hér. Síðan vöktun, rannsóknir, hættumat og jarðfræðikortlagning og ég mun fara yfir þessa þætti hvern fyrir sig. Síðan samvinna stofnana, miðlun og náttúruleysi, verkefni, áskoranir og aðgerðir og það er þessi listi verkefna sem ég var að nefna áðan og síðan fjármögnun á þessu sem er ærið verkefni. Samvinna og samtala ásamt þverfaglegri nálgun er lykilatriði þegar við tökumst á við náttúruvá og þetta gildir alla virðiskeðjuna, bæði frá mælingum og yfir í aðgerðir og viðbrögð. Ég vitnaði í kínverskan vin minn, aðstoðarritari WMO, Alþjóða Veðurfræðistofnunarinnar. Ef þú vilt fara langt, ferðu einn. Ef þú vilt fara hratt, ferðu einn. Ef þú vilt fara langt, þá ferðu í hópi. Vík aðeins hér að hlutverki ríkis, sveitarfélaga og fagstofnana. Það lag og regluverk hefur þróast á nýliðnum árum í rétta átt sem meðal annars skýrir hlutverk opinberra stofnana og sveitarfélaga þrátt fyrir að hlutverkaskiptingin sé liggi fyrir með viðeigandi fjármögnun hefur talsvert skort á að hægt sé að framkvæma verkefni og að framvinda verkefna hafi verið og sé með ásættanlegum hætti með þeim fjárheimildum sem viðkomandi aðilar hafa. Og þetta gildir líka allt ferlið, tekur líka til ofanflóðasjóðs og varna gegn náttúruvá. En vöktun á náttúruvá byggir á tryggum og öflugum mæla- og upplýsingatækniviðum sem þarf að reka og endurnýja með reglubundum hætti til þess að þeir standist tækniþróun og kröfur hvers tíma. Mælingar eru undirstaða vöktunar og viðbragða vegna náttúruvár en það eru líka nauðsynleg inntaksgögn í reiknilíkun sem veita upplýsingar skammtíma og langtíma viðvaranir sem miða að því að bæta öryggi almenningsvegna. Mælingar stuðla þannig að því að auka seiglu samfélagsins vegna náttúruvár. Hér er dæmi vöktunarkerfi, vöktun jarðar til dæmis, en það er fjöldi mæla sem að margar stofnanir reka og síðan úr Seyðisfirði, en það er dæmi mjög fjölþátta vöktun. Síðan komið að rannsóknum, en rannsóknir og úrvinnsla gagna er lykilþáttur til þess að skilja forboða náttúruvár. Skilningur leiðir af sér eflingu vöktunar á náttúruvá sem er nauðsynleg fyrir gerð hættumats og til þess að fylgjast með áhrifum loftslagsbreytinga sem þegar valda margs konar hamförum allan heim. Til framtíðar litið þarf að tryggja öfluga innlenda rannsóknarsjóði, bæði til að styrkja sértæk innlend rannsóknarverkefni og innviði og styrkja sókn í erlenda vísindasjóði. Í þessu tilliti er brýnt að fagstofnanir hafi rými til að taka þátt í rannsóknarverkefnum í samstarfi við háskólasamfélagið eins og við á til þess að geta þróað aðferðafræði og nýtt tækniframfarir til að betur bæta hættu og áhættumat, auka upplýsingamiðlunar og verklags við vöktun á náttúruvá. Góð samvinna fagstofnana og háskóla er mikilvæg til að ná árangri í þróun vísindalegra aðferða sem er undirstaða rannsókna og vöktunar, jafnframt tryggir það menntun sérfræðinga og fjölgar stöðugildum á landinu sem snúa náttúruvá til að sinna vöktun, gagnaúrvinnslu, rannsóknum og hættumati. Ein mikilvægasta forvörnin til að draga úr tjóni vegna náttúruvár og jafnvel fyrirbyggja náttúruhamfarir er gott skipulag á landnotkun sem byggir meðal annars á hættu og áhættumati.
Dæmi mikilvægi hættumats er á ofanflóðasvæðum og er okkur í fersku myndi snjóflóðin sem féllu í Neskaupstað í lok mars. Hættumati sem var gert fyrir svæði lagði grunn að þeim vörnum sem settar hafa verið upp þar, en varnargarðarnir sönnuðu gildi sitt í þessum atburði og sýndi hversu mikilvægt er að ljúka þeirri uppbyggingu. Hættumati lagði einnig grunn að rýmingaráætluninni sem er í gildi fyrir svæðið. Útvíkka þarf vinnu við gerð hættu og áhættumats vegna náttúruvár. Einnig horfa þar til fleiri þátta eins og jarðskjálfta, gróðurelda og ofsaveðra. Einnig brýnt að huga að þverfaglegum áhrifum náttúruvár, allt frá tæknilegum aðgerðum að lýðheilsu. Eitt atriði sem við vildum nefna hér er jarðfræðikortlagning, en vegna vinnu við mat og endurmótun á tillögum hættumats og vöktunar vegna náttúruvá og fyrir samfélagi í heild sinni er grundvallaratriði að kortleggja jarðfræði landsins sem hraðast. Jarðfræðikort í stórum mælikvarða er grunnforsenda rannsókn og hættumats og jafnframt þarf þau til að hámarka árangur viðbragða í tengslu við ýmsa náttúruvá, auk þess styðja jarðfræðikort við árangursríkar ákvarðanir, er jafnvel forsenda ákvarðana á sviði umhverfis og skipulagsmála. Ljóst er að mikil og góð samvinna á sér stað á milli stofnana ráðuneyta, aðila almannavarna og annarra lykilatriða þegar kemur að náttúruvárvöktun á Íslandi. Í náttúruváratburðum á undanförnum árum hefur sannast mikilvægi þess að nýta þá þekkingu sem er innum ýmsum stofnunum og finna þau samlegðaráhrif sem nýtast hvað best. Mikilvægt er að múra stofnana hindri ekki samvinnu sérfræðinga á Íslandi því að sérfræðingar í hverju fagi eru fáir. Þessi skýrsla sem kynnt er hér í dag er afskaplega mikilvæg til að ná utan alla þær áskoranir og meginverkefni sem við stöndum frammi fyrir á næstu árum og áskoranin snúa ekki síst að miðlun á upplýsingum sem meðal annars gera samfélaginu kleift að taka ákvarðanir í tæka tíð. Við þurfum að nota tól og tæki í takt við fjórðu innbyltinguna. Eitt af því snýr að auka aðgengi að upplýsingum, til dæmis í snjalltækjum, gegnum kortasjár og vefsvæði til þess að auka almenna þekkingu á jarðfræði og náttúruvá. Nú þegar kemst síðan að þeim áskorunum og 60 meginverkefnum skýrslunnar, þá er listi yfir þau í skýrslunni sem ég nefndi í upphafi og það er miðað að því að leysa þessar áskoranir sem blasa við og þarna er tímaramminn 2023 til 2028. Ljóst er að þegar kemur að náttúruvá eru áskoranir margvíslegar. Í skýrslunni er það dregnar fram þær helstu sem blasa við í þeim málaflokkum sem fjallað er í þingsályktunartillögunni. Þessir þættir kalla allir á að upplýsingatækni innviði séu til staðar og uppfylli tækni og öryggiskröfur hvers tíma. Bara sem dæmi þessa lista af áskorunum og meginverkefnum eru hér tvö, annars vegar það sem snýr að hættumati og hins vegar að vöktun og mælikerfum, en í skýrslunni er miklu ítarlegri töflur eða samsvarandi töflur fyrir aðrar önnur verkefni og áskoranir. Frá árinu 2008 hefur viðbótarkostnaður ríkissjóðs vegna náttúruhamfara numið 8,1 milljarði króna og verðlagi ársins 2022. Þessi kostnaður felur í sig bætur vegna tjóns, kostnaður vegna aukins viðbúnaðar og vöktunar, gæslu og ýmislegt annað og hefur verið veittur á aukafjárlögum hvers árs eða úr almennum varasjóðum ríkisins. Það er rétt líka að minna á
að í kjölfar óveðursins 2019 í desember var ráðist í umfangsmikla uppbyggingu innviða og hefur verið unnið að fjölda verkefna sem miða að því að byggja upp og styrkja innviði landsins, meðal annars þá sem lúta að náttúruvá. Þrátt fyrir ákveðna framfarir hafi orðið með átaksverkefnunum, framlagi ofanflóðasjóðs og annarra styrkja og rannsóknarsjóða er brýnt að styrkja fjármögnun til framtíðar litið verkefni sem snúa að náttúruvá, vöktun, rannsóknum, gerð hættumats og miðlun upplýsinga náttúruvá. Í skýrslunni er gert kostnaðarmat sem er lýstar á þessari mynd sem ég fer ekki yfir, en það er verið að sýna stöðu mála eftir þeirra besta mati sem að skýrsluna gerðu. Sama gildir fjárþörf, mörg af þeim meginverkefnum sem listuð eru upp í kafla 6, verkefni áskoranir og aðgerðir, hafa ekki trygga fjármögnun. Þessi tafla hér lýsir helstu áskorunum. Ertu ekki á réttum? Þannig já. Helstu áskorun sem varðar fjármögnun þessa þátta sem þingsályktunartillagan tekur á og fjallað í þessari skýrslu. Bara til þess að ítreka það að styrkja þarf fjármögnun til framtíðar því að verkefni sem snúa að náttúruvá og loftslagsbreytingum eru í raun sífelluverkefni sem þurfa að standast tækniþróun, samfélagsbreytingar og kröfur hvers tíma. Örstutt samantekt. Skýrslan dregur fram á skýran hátt þær áherslur og verkefni sem geta aukið seiglu íslensks samfélags og dregið úr tjóni vegna náttúruvár, ekki síst vegna áhrifa loftslagsbreytinga. Megin niðurstöður: tryggja þarf að mæla og upplýsingatækninni við standist tækniöryggiskröfur hvers tíma, gera þarf hættumat vegna allrar náttúruvár, gera þarf jarðfræðikort í stórum mælikvarða, styrkja þarf sértekningu í málaflokknum, en skortur á sérhæfðu starfsfólki er mikil áskorun fyrir ríkisstofnanir sem hafa lögbundið hlutverk varðandi náttúruvá. Tryggja þarf og viðhalda góðu samstarfi stofnana, þannig að fjármunir og sérfræðiþekking nýtist samfélaginu sem best og byggja þarf upp og viðhalda þekking á náttúruvá hjá almenningi og kjörnum fulltrúum. Eins og fram hefur komið er listi yfir brýn verkefni, býsna langur með mjög mörg megin verkefni og það er mikil áskorun að forgangsraða þessu, satt best að segja. Og tólið til þess er að marka stefnu náttúruvá á Íslandi eins og Ari Trausti kom inn á. Slík stefna myndi draga fram skýra mynd forgangsröðun verkefna sem er undirstaða fyrir fjármálaáætlun stjórnvalda til málaflokksins til framtíðar litið. Mikilvægt er að fjármálaáætlun endurspegli þörf samfélagsins þess að geta tekist á í náttúruvá sem og afleiðingar atvika af völdum náttúruvár. Gerð stefnu gefur einnig tækifæri til að yfirfara lög og reglugerðir sem snúa náttúruvá og meta hvort breytinga er þörf. Segja má að stefna sé sáttmáli að viðhorfsbreytingu, þar sem við sem samfélag tökum náttúruvá alvarlega, vinnum að því að tryggja þekkingaruppbyggingu, byggja upp aðlögunaraðgerðir, viðhalda vöktun og viðbrögðum, þannig að við getum aukið seiglu samfélagsins þegar kemur að náttúruvá. Og þessu þakka ég kærlega fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta, Árni. Þetta var yfirferð yfir þessar 100 blaðsíður. Þið sjáu það nóg að lesa, þið sem hyggist gera þessu einhver skil. Það liggja eintök af skýrslunni frammi hér uppi. En nú kemur næsti kafli í þessu öllu saman, þannig að það verður tækifæri til þess að spyrja spurninga og það væri nú kannski eðlilegt að einhver af þessum gætu forsvarsmönnum sæti hér. Þannig að ég ætla nú að fá, Árni, vilt þú ekki koma hér og eins ráðherra og einhverjir aðrir sem að eiga hér að vera?
Já, ráðuneyti. Gott. Þannig að við skulum hafa þann háttinn á að þið sem að viljið spyrja, það hér hljóðnemi á ferð og þið fáið hann að fenda og segið þá gjarna til nafns og vinnustað ef það því að skipta og síðan fáið þið þá skýr svör við ykkar spurningu vonandi. Þannig að hver vill ráða það? Góðan daginn, Þorvaldur Þórðarsson heiti ég. Mín langar bara að byrja á að þakka fyrir mjög skýra og gagnlega skýrslu sem að ég sé að getur virkað sem, hvað að segja, góð framtíðarsýn fyrir það sem að liggur fyrir höndum hvað varðar náttúruvá og sjálfsögðu góð undirbygging fyrir það að reyna að byggja stefnu. Ég talið dálítið mikið í skýrslunni að okkur vantar sérþekkingu á sviði náttúruvár og til þess þurfum við að mennta fólk og mér langar kannski svona að byrja á því að spyrja hvernig sjáu þið fyrir ykkur hvernig það allt saman ætti að taka ætti að ganga upp því að eins og staðan í dag í okkar háskólum að þá frekar lítil áhersla lögð á kennslu í náttúruvá. Þetta eru einstök námskeið og ef ég skil ykkur rétt þá sýnist mér að hér þurfum miklu meira átak til og kannski aðeins öðruvísi nálgun heldur en við erum búin að vera með fram til þessa. Á að svara sér náðum. Ef ég má taka þetta, Þorvaldur, þá þetta mjög góð spurning hjá þér og ég hef getað dvalið meira við þetta í framsögu hjá mér. Því að það mikil áhersla lögð á þetta í skýrslunni að ná þessu virka samtali milli rannsóknarstofnana og stofnana sem hafa ábyrgð í náttúruvá og akademíunar og það alveg klárt mál að það ekki augljóst hvernig á að gera það. Ég var í rýninefnd fyrir háskólan ekki fyrir löngu síðan og vakti máls á þessu einmitt með náttúruvána. Þarna verður sem var, ég var að segja, mestu áskoranir í vísindum, hvernig á að lýsa snjóflóði eða öllu þessum feiknarlega flóknu fyrirbærum náttúrunnar, en það væri engin kennsla í mjög mörg að þessu innan háskólans. Þannig að ég held að þetta sé sameiginlegt verkefni að finna leiðir í þessu og það þarf að hugsa þetta dálítið mikið upp á nýtt og líta á virðiskeðju í rauninni náttúruvár og í rauninni aðlögunar vegna loftslagsbreytinga og jafnvel í heild samtímis og skilgreina þetta bara með algjörlega nýjum hætti. Þetta bara viðfangsefni sem þarf að nálgast mjög heildstætt frá A til Ö. Og það þarf allstaðar þekkinguna, verkfræði þekkinguna, vísindarlega þekkingu á öllum þessum fyrirbærum, en líka þekkingu á einu samfélagslega og hvernig á að koma þess til samfélagsins og fara í þær aðgerðir sem þarf að fara í. Og líka náttúrulega þessum erfiðu viðbrögðum þegar við höfum atburði eins og snjóflóð eða eitthvað slíkt, eða eldgos. Já, Magnús heiti ég í umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu. Mér langar til að spyrja ykkur það lögð mikil áherslu á jarðfræðikortagerð sem náttúrulega við vitum að mikilvæg. En undir því þarf að vera kortagerð af landinu, það þurfa að vera góð grunnkort af landinu. Getið þið sagt eitthvað aðeins það? Því að undir húsinu þarf að vera grunnur. Takk. Ef ég má taka þetta líka, þá er þetta allar ágjörð þess í skýrslunni að þetta var ekki dregin og skýrt fram. Vegna þess að hann talaði það í þingsályktunartillögunni að horfa á náttúrufarskortlagningu í heild sinni. Gróðurkort eru ekki þarna mikil til umfjöllunar heldur sem eru forsenda fyrir alla vörn í kringum þarna gróðurelda. Þannig ég vil líta svo á að þegar við erum að tala mælikerfi og mælingar og við erum að tala upplýsingainnviði þá erum við að tala allan þennan pakka. Við erum að tala grunnkortagerð af öllum þessum fyrirbærum. Við erum að tala tól og tæki eins og fyrir fjarkönnun og fyrir landupplýsingakerfi. Þetta allt partir af þessum tækni innviðum skulum kalla það.
En þetta því miður ekki alveg nógu spesifíst í þessu nema í einni setningu eða allavega í þessari kynningu. Þar sem þetta var dregið fram hvað landupplýsingar í heild sinni skipta miklu máli og eru forsenda. Þannig að þetta mjög góð ábending, Magnús, og ætti kannski að horfa aðeins á það þegar að menn kynna þessa skýrslu næst. Ef ég má kannski aðeins kommenta á þetta líka, þá held ég að það sem skýrslan að reyna að draga fram kannski það sem snýr beint að náttúruvá. Grunnkortagerð á Íslandi bara svo miklu meiri grunnur heldur en að það varði bara náttúruvána. Þannig að sko, ég held að þessi þverfaglega sýn og þessi mikla breidd sem skýrslan svolítið að draga fram að við þurfum að byrja að vinna með náttúruvá af allt annarri alvöru heldur en við höfum verið að gera. Við höfum voða mikið við að elta boltan, að bregðast við þegar einhver atvik verða, en við þurfum að fara einmitt eins og þú segir, Magnús, að búa til grunninn og byggja húsið ofan á hann þannig að við séum svo miklu betur í stakk búin til þess að bregðast við þegar atvikin gerast. Örstutt viðbót, en meðan við byggjum upp grunninn og húsið, þá þurfum við einhvern strúktúr til að lifa í. Það má ekki gleyma því. Freysteinn Sigmundsson, Háskóla Íslands. Mér langaði að spyrja út í þessa hugmynd sem Ari Trausti nefndir líka í upphafi náttúruvársjóð. Það góð og raunhæf leið til að ýta áfram sömu verkefni sem voru nefnt hérna og hvernig gæti slík hugmynd raungerst? Ætli það geti ekki bara hérna. Skoðum með mér þennan þátt í skýrslunni. Það var horfið líka á þessi nýju lögum opið fjármál sem tók gildi 1. janúar 2016. Þá gerum við ekki ráð fyrir einhverju sérstöku sjóði til að takast á við slíkt. Það eru fjárheimildir hjá stofnun til að takast á við lögbundið hlutverk sitt og síðan svona varasjóðir bæði málaflokka og síðan varasjóður ríkisins sem tekur á þá atburðum sem að koma þó upp til þess að mæta því. Þannig að við sáum þegar við vorum að skoða þetta að það var ekki tækifæri í því lagaumhverfi sem við stöðum í dag að byggja upp slíkan sjóð. Kanski aðeins líka bara því með orði líka bara þakka líka fyrir samstarfið í starfshópnum. Þetta var bara flottur hópur með breiða bakgrunn og mikla þekkingu sem að skila sér bara í skýrsluna, tel ég. Og ég veit að Ari Trausti hafði væntingar að skýrslan ætti að líta dagsins ljós held ég 1. júní 2022. Þannig að ég byrst afsökun og skulle fyrst núna að koma fram. Þannig að það sé bara sagt. Ja. Jú, sæl, þetta Sara frá Veðurstofunni. En það kemur ljós sem eitt markmiðið líka að efla hvernig við erum að upplýsa náttúruvá á Íslandi. En það eru rosa margar rannsóknargrein, scientific publication, sem sýna sem túristar sem koma á Íslandi. Þeir eru ekki svo vel þekkt eða vel undirbúin fyrir náttúruvá á Íslandi. Så spurningar mín hvernig eru næsta skref? Þetta, mér finnst að vera bara nauðsynlegt skref þarf til að gera eitthvað betra þessi mál. Það eru núna spáð að vera meira en 2 milljónir turistar í þessi ár til að koma til Íslands. Takk. Við höfum fengið sendir á því heimsókn á Veðurstofunni einmitt til þess að meðal þess að ræða þetta, hvernig getum miðla betur til þeirra þegna upplýsingum. Og ég held að þetta sé hlutur sem er hreinlega vanrækt. Þess vegna ég mjög ánægður með þemað í þessari skýrslu, þessa skýru sýn á það að það þurfa að vera þetta náttúrulæsi og það þarf að eiga við alla. Það dugir ekki bara fyrir þá sem að búa í Neskaupstað eða í Seyðisfirði. Það þarf líka að vera hjá þeim sem ferðast landið og þetta er bara mjög góð ábending. En þetta er heilmikil áskorun að gera þetta. En kannski í þessu nýja fjölmiðlunar umhverfi, við talum ekki ósköpun þegar hægt að sjálfvirknivæða mjög margt í kringu þýðingar og text og annað, þá er þetta kannski fýsilegt. Eða setja þetta inn í tækin í bílunum og svo framvegis, en þarna er verk að vinna sannarlega. Já, góðan daginn. Ég starfa meðal annars sem prófessor við
umhverfis- og byggingarfræðideild Háskóla Íslands, er þar sérfræðingur í áhættu verkfræði, eins og heitir, með doktorsnema sem að skoða ýmislegt í sambandi við áhættu. Spurning mín varðar hinar ýmsu tegundir af náttúruvá, hversu líklegar og hversu áhrifamiklar þær geta orðið varðandi viðbragðsgetu okkar. Þannig að það er til Evrópureglugerð sem segir að hvert og eitt einasta Evrópuland á að skila einn skýrslu til bandalagsins þar sem að listaðir eru upp þessar mismunandi tegundir af vá, hversu líklegar þær eru að gerast og hversu miklar afleiðingar hver atburður getur haft. Og ég og doktorsnemi minn höfum verið að skoða skýrslunar frá Noregi, Svíþjóð, Danmörku og Finnlandi og það er auðvelt að bera það saman þar. En þar eru líka ekki bara náttúruvá, heldur líka pandemik, heimsstyrjöld, kjarnorkustyrjöld og svo framvegis. En ég hef ekki séð neina úttekt á áhættugreiningu hvað varðar viðbragðsgetu við hinum ýmsu mismunandi tegundum náttúruvár og hversu alvarlegar þær geta orðið og hver tíðni er. Hafið þið fundir eða eitthvað það hvort að við eigum að reyna að gera eða er óvissan bara of mikil eða hvort við eigum að reyna að lista upp þessar mismunandi tegundir og hvaða afleiðingar það geta haft og hverja líkunir eru á því að þetta geti gerst eins og hinar þjóðirnar, norrænu þjóðirnar virðast gera. Ég get líka svarað þessu það er náttúrulega stórt verkefni í gangi hjá almannavörnum þar sem er verið að fara yfir áhættugreiningar hjá öllum þeim aðilum sem eiga að gera þessar greiningar sem eru sveitarfélögin, stofnanirnar, ráðuneytin þar sem er í rauninni verið að vinna grunninn að þessari röðun sem þú ert að tala Björn og það er kannski svona annar armur heldur en það sem þessi skýrsla fjallar þar sem við erum við erum ekki að fókusera þannig á viðbragðsgetuna en það er aftur á móti almannavarnadeildin að gera þar sem eins og segi er í gangi með stórt verkefni sem hefur verið undirbúið vel og ég veit ekki betur heldur en að gangi mig vel sem að mun skila held ég þessum upplýsingum til okkar. Sæl, Bryndís Brandsdóttir heiti ég á Jarðvísindastofnun Háskólans. Ég vil fyrst óska ykkur til hamingju með þessa mjög yfirgripsmiklu og fróðlegu skýrslu. Við komum nú aðeins að henni í upphafi og ég vil undirstrika að það hefur verið mjög góð samvinna á milli stofnana þegar að svona náttúruvár atburðir hafa orðið. En ég vil líka aðeins hnykkja á því sem að Freysteinn kom inn á og Þorvaldur að í fyrsta lagi fjárhagslega þá hafa stofnanir ekki bolmagn til þess að takast á við rándýra óvænta atburði af þessu tagi. Þannig að við þurfum að sækja auka fjárveitingar í hvert skipti og það myndi auðvelda mjög alla afgreiðslu og allt viðbragð að það væri til einhvers konar sjóður sem að myndi geta brugðist við hratt og örugglega. Þetta gera til dæmis vísindasjóðir erlendis eins og í Bandaríkjunum bara til þess að styrkja grunnrannsóknir og þá kem ég að því sem Þorvaldur minntist á að við þurfum það er ekki bara í háskólanum sem að við höfum orðið var við að það fækkar nemendum sem hafa áhuga á svona þessum sviðum og fækkar nemendum í raunvísindum almennt sem er mjög mikið áhyggjuefni. Það þarf að byrja í grunnskólanum og ég tel að okkar ráðuneyti nýsköpunar og menningarmála og menntamála, það þurfi líka að koma að því að horfa á þessi mál í víðara samhengi heldur en nú er gert og ég myndi vilja óska þess að það framhald sem verður á þessari mikilvægu vinnu verði unnið þá í samvinnu fleiri ráðuneyta og þannig að fleiri stofnanir geti komið að framtíðinni. Takk fyrir. Kanski aðeins varandi fjármögnun á þessum óvæntum atburðum. Það var náttúrulega, tel ég að tala svona á síðustu árum hefur alltaf batnað mikið. Það var eiginlega svona
fyrir slæmt fyrir kannski 4-5 árum síðan hefur orðið starfandi núna ráðuneytisstjórahópur, 4 ráðuneyta, dóms, innviða, fjármála og umhverfis, þar sem er tekin fyrir svona kostnaðir sem að falla til og það hefur gengið svona mjög hraðar að afgreiða allir erindi og það tillögur sem hafa komið upp og það kostnað sem er fallið til. Þannig að mér finnst þetta hafa svona batnað verulega, allan upplifað þannig úr mínu ráðandi. Þorvaldur hérna aftur. Ertu búinn að svara? Ég ætlaði bara að nefna með þetta, menntunina. Ég tek mjög undir með Bryndísi það að það þarf að byrja mjög snemma og það eitt af því sem ég er gert í skýrslunni að ræða og það sannarlega sameiginlegt verkefni með miklu fleiri ráðuneytum heldur en að hér hafa komið við sögu. Ég tek mjög undir það. Kannski ef ég kommenta aðeins á það líka, þá einmitt þessi þverfaglega sýn sem að þarf að vera á bakvið alla vinnu í kringum náttúruvána svolítið svona rauði þráðurinn í gegnum þessa skýrslu. Að einmitt eins og þú nefnir, eins og var ekki einhvert skáldið sem orðaði það þannig að við þurfum að búa til betri börn. Að það svolítið það sem við þurfum að búa til áhugan á raunvísindum, á verkfræði, á náttúrunni og náttúruvánni strax á grunnskólastigi eða jafnvel strax í leikskóla til þess að við fáum framboðið á sérfræðingum sem að samfélagið hefur þarf fyrir. Því að það byrjar enginn í háskóla að uppgötva að stærðfræði og eðlisfræði skemmtileg. Við þurfum að uppgötva það svo miklu fyrr. Kannski aðeins við þetta líka, nú náttúrulega liggur skýrsla fyrir og hún er ekki grænbók, við vantar meira samtal og samráð við svona umhverfi og hagaðila, en hún er náttúrulega stöðuskýrsla stöðuna og það margt sem þarna kemur fram sem kallar svolítið á svona þverlæga vinnu á milli ráðuneyta varðandi þetta, því að ábyrgðir eru misjöfn og þarna þetta skarast, þannig að það mjög gott að fá skýrslan til þess að vinna með þetta áfram og horfa á þetta svona heildstætt. Já, Þorvaldur hérna eftir, mér langar kannski aðeins að víkja frá menntamálunum yfir í vöktunina. Eins og ég sé þetta, það vöktunin, það fyrirboðavöktun, það atburðavöktun og það líka afleiðingavöktun. Þetta allt saman mismunandi þættir í þessu ferli og þau þurfa mismunandi kosti, mismunandi viðbragð og mismunandi undirbúning. Við held ég ágætt í fyrirboðavöktuninni. Við höfum ekki tekið mikið á atburðavöktun eða afleiðingavöktun og það hlutur sem ég held að við þurfum að hugsa dálítið í framtíðinu og leggja dálítið áherslu á því að það tengist líka rannsóknum. Vegna þess að bara sem dæmi eitt eldgos líka menntun. Við getum lært heilan helling af einu eldgosi og fengið miklar upplýsingar það sem nýtast okkur í næsta viðbragði. Og líka hvernig við undirbúum okkur og vonandi einn góðan veðurdaginn, hvernig við getum spáð fyrir þessa atburði. Ég vil endilega kommentera á þetta því að þetta mikilvægt atriði, við þurfum að læra atburðunum og við sjáum það líka að þegar atburðir gerast sem hafa mjög íþyngjandi áhrif á fólk að þá eru verulegar afleiðingar langt inn í framtíðina fyrir það. Þannig að það kemur aftur þessu þverfaglega, það að hlúa að miklu fleiri þáttum heldur en bara einu físíska umhverfi. Við heyrum það til dæmis frá Seyðisfirði að fólki líður eins og það þurfi enn áfallahjálp eftir þessa atburði þar. Sama gildir þessi hræðilegu slys 95. Fólk í sárum og þetta verður að vera sett í miklu skýrari farveg hvernig glímt við þetta bæði til skamstíma eftir og meðan atburðir standa en líka inn í framtíðina. Og það ekki bara náttúruvísindin, það ekki síður sósíal eða félagsvísindin. Þannig að þetta mjög góð ábending hvað þetta varðar. Já, náttúruváin náttúrulega svona vöku til grafar dæmi sem að þarf að hugsa allar hliðarnar og einmitt þessi öryggistilfinning, þessi lýðheilsa skiptir ekki síður máli og að vel takist til með enduruppbyggingu eftir atburði. Allt spilar þetta inn í hvernig við síðan
erum undirbúin undir næstu atvik. Já, má ég hérna næst. Góðan daginn, ég heiti Sigríður Björk og vinn hjá Skipulagsstofnun og langar að þakka fyrir þessa skýrslu og hlakka til að lesa hana. Ég hef ekki haft tækifæri til að kynna mér hana nákvæmlega. En það sem mig langar, mér finnst það mjög fín umræða og það sem mig langar hins vegar aðeins að spurja sko, það eitt að greina og náttúruvá og mjög mikilvægt einmitt að eins og við þekkjum í dag að þá náttúrulega löggjöfin til dæmis varðandi ofanflóðavarnir nokkuð skýr og miðlun á þeim upplýsingum á Veðurstofu Íslands til dæmis og við sjáum til dæmis hins vegar í þeim verkefnum sem við erum að yfirfara og sjá meira af að það alls konar annars konar náttúruvá, sérstaklega þá gróðureldanir sem ég veit að við erum að skoða að skilgreina sem með formlegri hætti sem náttúruvá og síðan þá líka annars konar ofanflóð sem við höfum verið að sjá undanfarið og munum væntanlega að sjá meira af. En það sem svo mikilvægt í þessu eins og við sjáum við skipulag að það, sko, eitt að greina já en annað að miðla upplýsingum. Og hvernig sjáu þið fyrir ykkur það? Það þá öll náttúruvá, upplýsingar alla náttúruvá miðla í einni gátt eða hvernig og hver þá heldur utan að þá og samræmi þá vinnu að það gríðilega mikilvægt að þá sérstaklega sko sveitarfélögin sem að taka skipulagsákvarðanir hafa aðgang á þessum upplýsingum áður en tekin ákvörðun að hafa sumarbústaðabyggð þarna eða veg eða göng eða hvað sem það kann nú að vera. Þannig að mér langar að heyra að þessu með miðlunina. Þetta mjög mikilvægt verkefni sem nefnir þarna og við finnum það í samtali við sveitarfélögin í kringum aðlögun að þau bara kalla mjög stíft eftir upplýsingum og auðvitað stofnanir líka. En við erum að leggja upp með það að búa til svokallaðan loftslagsatlas sem myndi vera svona ákveðin gátt inn í það hvernig loftslagsbreytingar muni verða inn í framtíðina og eins hvað aðlögun þarf að eiga sér stað til þess að glíma við þá. Þetta kannski fyrsta skrefi til þess að hafa miklu skýrari miðlun beint til sveitarfélagana heldur í gegnum umsagnir eða annað samtal. En hins vegar verði ég að segja það í kringum ofanflóðin, þá þetta samtal mjög gott í héraði og auðvitað höfum við á Veðurstofunni væntingar til þess að með nýrri stofnun þar sem mikil áherslu er lagð á það af ráðherra að styrkja landsbyggðina að það verði hægt að koma upp setrum sem að beinlínis vinna mjög náið með sveitarfélögunum bæði hvað varðar náttúruvá og aðlögun á loftslagsbreytingum og þar verði sérfræðiþekking sem að geti unnið raunverulega með þeim aðilum sem þurfa að taka þessar ákvarðanir, hvort sem það eru skipulagslegar eða hvað varðar viðbrögð vegna náttúruvá. Þannig ég held að við séum að mjög góðri leið með þetta og ég held að sé mjög skýr sýn í ráðuneytinu það að þetta vegleiðin sem við þurfum að fara. Auðvitað miðla en líka eiga þessu samtali við nærumhverfið. Því það þar sem að miðlunin virkilega nær til fólksins. Það í nærumhverfinu. Það farið að halla vel á seinni hluta þessa kynningafundar þannig að ég held að næsti fyrirspyrjandi verða að vera sá síðasti eða næst síðasti, kunn sjá hvað verður en það ráðherra á eftir að koma hér og segja sitt. Þannig að ég ætla að hleypa þér að, gjörðu svo vel og svo sjáum við til hvort að það komi einn eða svo í viðbót. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég heiti Kristín Jónsdóttir og ég að vinna einmitt í þessum málaflokki og hef verið að vinna í honum undanfarin 10 ár. Þannig að mér þykir gaman að sjá þessa skýrslu og bara til hamingju með hana aftur. Spurningi mín reynilega bara hver eru næstu skref? Nú búið að fara dálítið viðan völl svona hvað hægt að gera en mér langar kannski bara að heyra svona hvað svona konkrétt að fara að gerast svona í framhaldinu af þessari skýrslu. Það get ekki gott að spyrja þessu, þetta er góð spurning því að skýrslur ekki bara til þess að skrifa skýrslur til að vinna með þær og við horfum til þess að við fara í einhverja stefnumörkun í kjölfari. Þetta einungis bara stöðutaka og við erum ekki meina eins og vorum að tala varðandi upplýsingamiðlun, þá eru engar tillögur í skýrslunni. Við erum búin að benda á áskoranir sem í tengslu við þetta, ásamt aðra þætti. Þetta eru verulegu kostnaðarsömu áskoranir, marga hverja allinni. Þannig að næstskrif okkar að fara að vinna með skýrsluna áfram, setja í farveg og huga stefnumótun og horfa líka sérstaklega á hættumalt sem slíkt. Þannig að við erum svona alveg á því að
við stoppum ekki hér. Nei, þá það svar komið og þá síðasti fyrirspyrjandi. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Báðar Tómasson heiti ég vinn hjá ÖRG verkfræðistofu og líka doktorsnemi í áhættustjórnun. Mjög áhvert að fá þetta plagg og mjög góð vinna sem hefur unnin. Sem á eftir að sökka mér í þetta dýpra en það talað í skipulagsreglugerðinni að það taka tillit til öryggis á öllum stigum í raun og veru. Hins vegar virðist vera þannig að þessu ekkert voðalega vel fylgt eftir á mismunandi skipulagsstigum og eina viðmið sem við höfum í dag varðandi ofanflóð sem við talaðum töluleg viðmið varðandi almenna staðaráhættu, ekkert fjallað svona samfélagsáhættu eða annars slíkt. Í skýrslunni síðan talaði bæði svona einstaklingsáhættu getur maður sagt en segir líka í skilgreiningunni á áhættu að það eigi að taka tillit til viðveru. Þetta svona frekar óljóst hversu mikið að taka tillit til samfélagsáhættu og heildaráhættu fyrir fólk sem býr á stöðum og líka þetta í framhaldi sem var sagt þetta áðan að þá í raun og veru eftir að fjalla aðra þætti í reglugerðum og lögum sem að lúta öðrum áhættu en ofanflóðum, varðandi töluleg viðmið sérstaklega. Og þá vil ég spyrja ykkur svona, hvernig sjáu þið þróunina varðandi lög og reglur töluleg viðmið og maður getur túlkað líka sem ásættanlega áhættu eða ásættanlega viðmið varðandi náttúru vá. Já, ég skal grípa þennan bolta. Það náttúrulega vinna í gangi varðandi aðra náttúru vá, varðandi eldgosin og varðandi vass og sjávarflóð til þess að setja þessi viðmið gagnvart þeim náttúruvám líka, en það alveg rétt að við þurfum að horfa miklu breiðar og við þurfum að í rauninni nálgast náttúruvá sem fyrirbæri en kannski ekki sem þessari einstöku þætti. Þannig að þarna aftur það þessi þverfaglega heildarsýn sem að þarf að fá svo miklu meira vægi og við þurfum að vinna miklu meira með og undirbúningur að þessari löggjöf sem að snýra að því að skilgreina hvaða öryggi við viljum búa íbúum landsins þegar kemur á náttúruvá mjög mikilvægur þáttur sem að þarf að vera afleiðing af þeirri stefnu stjórnvalda sem verður mótuð. Stefnan leggur svolítið grunninn undir það hvert erum við að fara, hún hjálpar okkur til þess að fjármagna þá vegferð sem við ætlum að fara í og út úr því þarf síðan að blómstra einhver löggjöf sem að tryggir öryggi íbúanna. Ég má aðeins bæta við þetta að þá það þannig með náttúruvá á Íslandi að það ofanflóðin sem langmannskæðust að frátöldum veðrum og tjóni á sjó sem nánast búið að koma í veg fyrir á síðustu árum með ólíkindum. Þannig að fókusinu hefur auðvitað verið þarna og þar viðmiðin sem var algjört brautryðjandi verk af hálfu Veðurstofunnar og Háskóla Íslands að búa til þessi viðmið lífslíkur. En þetta ekki aðferðafræði sem virkar annar staðar þegar við erum að glíma við vá sem fyrst og fremst að valda efnahagslegu tjóni og það verið að vinna þessum áhættuviðmiðum eins og Elisabeth kom inn á. En þeir annars eðlis yfirleitt vegna þess að þar eru þessi áskorun gagnvart öryggi fólks með allt öðrum hætti heldur í ofanflóðum. Og þetta ástæðan fyrir að við höfum þennan skýra lagaramma ofanflóðin að þar áföllin fyrst og fremst. En við enga síður þurfum við að vinna áfram með önnur áhættuviðmið því að auðvitað ýmsir aðrir atburðir eins og jökulhlaup og stórflóð og guð veit hvaða jarðskjálftar sem að þarf líka að greina með einhverjum hætti en þá erum við að stærstum hluta að horfa á efnahagslegt tjón. Það voru þau orð, kæra þakkir fyrirspyrjendur fyrir fyrirspurnir og ábendingar, fullt ábendingum og þá komið að síðasta lið í bili sem að Guðlaugur Þórðarson ráðherra kemur hér upp, býð ykkur og kæra þakkir fyrir ykkar þátt í þessu fyrir menningar. Guðlaugur, gjörðu svo vel. Já, fundarstjóri og
góða samkoma. Ég vil nú byrja á því að þakka ykkur öllum fyrir að hafa mætt hérna og sömuleiðis að þakka ykkur fyrir þessa fyrirspurnir sem hér eru. Þetta auðvitað varða á leið sem að tekur aldrei enda, að það að búa okkur undir þær aðstæður sem á landinu og við skulum ekki vanmeta það hvað það skiptir miklu máli að þarna var frumkvæði frá þinginu, frumkvæði frá Ara Trausta Guðmundsssyni sem að eins og kom fram í hans máli var góð þverpólitísk samstaða og af hverju nefni ég það vegna þess að ef við vitum ekki að verkefnu þá eru litla líkur að það nái samstað það og það sé unni eftir því og það er ánægjulegt að heyra umræðurnar hér og fyrirspurningar og vegna þess að ég nú búin að vera á nokkrum svona fundum að ég man í sjálfu sér ekki eftir því jafn svona mikilli þáttöku eins og núna sem segir manni að þið sem hér eruð að þið þekki málefni vel og brennir fyrir það og það er mjög mikilvægt að þau taki áfram þátt í þessari umræðu. Ég sömuleiðis nota tækifæri og þakka þeim sem að skrifuðu skýrsluna því ég held að allir séu sammála það að hér sé vandvirkt og gott plagg sem gott að byggja á en það sem var spurt það hvað væri gert í kjölfarið. Það eru fullt af skýrslum búnar til en ástæðan fyrir því að við vildum kalla til og boða til blaðamannafundar og gera, það er ekkert leyndamál, þess mikið úr þessu sem mögulegt að það til þess að draga athygli að þessu mikilvæga málaflokki og þessu stóru verkefnum sem framundan eru. En það er ekki þannig að við höfum ekki gert neitt, það er alveg rétt sem hér hefur komið fram að við ætlum að halda áfram og við munum setja á stað vinnu við stefnumörkun náttúruvá á grundvelli skýrslunar og stefnan á að draga fram skýra mynd forgangsröðun verkefna þannig að hægt að byggja á henni við gerð fjármálaáætlunar og samhliða verður metið hvort þörf sé á heildarendurskoðun laga og reglugerðir varða náttúruvá. En eins og kom réttilega fram líka hér á fundinum að þá þetta nokkuð sem að er mikilvægt að menn nálgist þetta þverfaglegt. Hér voru ræddir hlutir sem að við verðum að huga að, hvort sem að það eru að nema fólki okkar eða koma miðla upplýsingum og annað hér sem hér kom fram. Við höfum líka, og það er bara í góðum gangi, ákveðið það að sameina stofnanir innan umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins og af hverju það. Það er til þess að nýta, eins og hér hefur komið fram í held ég hjá öllum, þá þekkingu sem er í mannauðnum í þessum stofnunum sem allra best og líka eins og kom fram og mennum finnst kannski vera augljóst að efla og styrkja starfsstöðuna á landsbyggðinni því að það liggur alveg fyrir að stór hluti af náttúruvánu og kannski stærsta er annars staðar hér á höfuðborgarsvæðinu þó ég telji mikilvægt að við hugum að því líka þegar við erum hér á höfuðborgarsvæðinu því að það er ekkert svæði sem að við getum sagt að við þurfum ekki að líta sérstaklega til. Og hér var nefnt líka varðandi skipulagið og ég held að það sé eitthvað sem er mjög ánægjulegt ef að það er komið getum sagt, meiri áhugi á að taka inn í skipulag sem er náttúrulega stærstum hluta hjá sveitarfélögum. Ég nú oft hugsað til þess að mér fannst stoltið eins og Bjarni Þorsteinsson slökkviliðsstjóri var í Borgarfirði væri eini maðurinn sem væri að tala gróðurelda. Við höfum sem betur fyrir svona sloppið að stærstum hluta við það en það er ekkert sem bendir til þess að svo óksi ekki til staðar. En þá saman náttúrulega á við ofanflóðin og sjávarhæðina og það er mikilvægt að við horfum til þess sérstaklega en það er ekki eitthvað sem einn maður eða ein ríkisstjórn gerir, það er þvert á móti það að langstærstu hluta og kannski að öllu leyti hjá sveitarfélögunum og mikilvægt að miðla upplýsingum þar þangað eftir og með þeim bestu upplýsingum sem við höfum. Þannig að ef ég á að taka þetta aðeins saman, bara svona í örstuttu máli, þá í mínum huga þetta svona, það er alveg óendanlega margir kostir við að búa á Íslandi og við erum afskaplega lánsöm að hafa fæðst eða flutt til landsins og búið í þessu samfélagi. En Ísland er Ísland og við vitum það að hér hafa verið ýmsar náttúruvár, það hafa verið náttúruhamfarir og sú síðasta hefur ekki komið fram. Það liggur alveg fyrir. Og hvað getum við gert í því? Við getum undirbúið okkur
og við getum gengið þannig fram að við fylgjumst eins vel með því hvað gæti verið aðsviði eins og mögulegt við bestu þekkingu, þannig að við sjáum sem allra minnst af slysum í kjölfar því. Og undirbúningur fer svo sannarlega í vöktun, viðbrögðum og vörnum og sömuleiðis hvernig við skipuleggjum hlutina. En bara svona alveg í blálokin, ég gríðarlega ánægður með að sjá svona marga hér á þessu fundi. Ég sömuleiðis ánægður að sjá það að hér sé áhugi fjölmiðla og ég vona þau fjalli vel þessi mál og hvet ykkur öll sem hér eru til þess að halda áfram að taka virkan þátt í þessu samtali og vekja athygli á ykkar sjónarmiðum, því að þessu verki svo sannarlega ekki lokið, verður aldrei lokið, en það algjörlega skýr stefna hjá okkur að leggja mikinn kraft og setja þetta í algjöran forgang. Kæra þakkir. Þá þessum fundi lokið, kæru fundagestir, og ég þar með slít honum.